Sælveriði, Ívar hér, flugusmiðinni. Í kvöld ætla ég að hnýta flugu, aðra flugu heitir Jón vinn minn Sigurðsson og þessi fluga heitir Dagbjört. Og ég ætla að hnýta skertari útgáfuna af henni, ekki eins og henni í bókinni, Veiðiflugur Íslands, þar hún bara tiltölulega einföld, en skertari útgáfuna af henni er svona. Þetta verður mögulega einfaldasta fluga sem við munum læra að hnýta. Vegna þess að þessi fluga it's a matter of seconds, eins og maður segir á ljótri íslensku. Þetta er flugan. Svo kemur á hana vængur. Þetta er hvítur, eða held sé önd. Jú, þetta er önd hérna. Svona hvítleitur vængkvíður önd. Hún má vera grá líka þessi fluga, eða jafnvel svona út í brúnt eða gult. Skiptir ekki öllu máli. Svo kemur hausinn á hana hérna. Stubur. Klipptur hérna. Þá er flugan tilbúin. Þetta er allt og sumt. Ég er að segja ykkur að prófa að fara með þessa flugu. Eða bleikja, sérstaklega bleikja. Ef hún er í yfirborðinu, að taka. Ef hún er í svona yfirborðsstöku. Prófa að setja undir og draga þetta ekki of hratt, en draga þetta stutt og hratt, stutt bil, stripa þetta mjög stutt og láta hún eiginlega tifa yfir fiskinum. Látum þessu vita í kommenti hvernig viðbröðin við því verða. Endilega. Það er ekkert annað eftir en að maður lakka þessa flugu, þetta er eins og við séum, þetta tekur bara, þetta hnýtt margar svona á einu kvöldi og þú getur fengið marga fiska á þessa flugu líka. Þetta er svona eina af þessum flugum sem eru í uppáhaldi hjá mig þegar kemur aðeins inn í sumari, þegar mýið er búið að klekjast. Þá er þetta alveg ótrúlega sterk fluga í bleikju. Sérstaklega ef hún er í einhvers konar yfirborðstöku. Þá er þetta eina af þeim sem ég er alltaf með bóksinu. Þetta er sem sé Dagbjört í svona skertri útgáfu. Þetta er Jón heitinn Sigurðsson, vinn minn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Endilega setja like við vídeóið, gerast áskrifendur á ráðsinni og deila vídeóunum allar hvapagrundir eða viljið. Við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói. Takk kærlega fyrir.